Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu, eins og við nefndum áðan. Við viljum að byrja á því að fjalla Bandaríkin, hvort fasismi komin á nýtt stig þar, til dæmis með því að stjórnarformaður fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna hótar nú að svipta fjölmiðla leyfinu eftir að Bandarískt Dagblað birti fréttum að Íranar hefðu gert árás á bandarískar herflugvélar í Sádi-Arabíu. Það með öðrum orðum að verða veruleiki, ritskoðun og hallaréttumáli og birta bara sumt sem minnir á upptakt seinni heimsstyrjaldarinnar. Eitt af því sem að kom Þjóðverjum í þann ham sem að þeir gýruðu sig í og þessi mál eru alvarleg. Við lifum sögulega tíma, finnst mér, en sagnfræðingar segja nú sennilega allir tímar séu sögulegir. Vertu velkominn, Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur. Jú, vissulega, en sumir tímar eru sögulegri heldur en aðrir. Og hvað finnst þér tímana sem við lifum núna? Ég held að við séum á sögulegustu tímum, ekki bara sem við höfum lifað heldur undanfarin 80 ár eða svo sko. Þetta kerfi sem var byggt upp núna algjörlega að riðlast. Það er náttúrulega búið að vera riðlast lengi en þessi árás Trumps á Íran algjörlega í vanþökk allra nema Ísraelsmanna kannski svona svolítið samt annar stór vendipunktur og Evrópuríkin þau hafa ekki viljað fordæma þetta því að þau eru líka að hugsa Bandaríkin og Rússland í Úkraínu og reyna að halda því en þetta samt og þetta sýnir náttúrulega bæði gerðaði Bandaríkjanna en líka einhver leyti vanmátt þeirra. Það svolítið merkilegt að þau eru núna að fara að biðja evrópska flota að halda Hormúzsundi opnu sem að þóttir að hafa sjálf langstærsta flota í heimi og þegar Trump farin að segja að það sé illa komið fyrir NATO og þeir hjálpa okkur ekki núna maður gerir ágjörð því að Trump myndi leggja NATO niður nú má snúa til við að spyrja hvort að bara Evrópuríkin vil ekki frekar leggja NATO niður af því þeir eru farin að verða bara eitthvað Trump lítið að hugsa þessi bara eitthvað verkfæri Bandaríkjanna til þess að framfylgja þeirri stefnu algjörlega í óþökk annarra þannig að já þetta heldur svona stærsti vendipunkturinn líka í NATO sem nú hvort er að gleðin í sundur. Já, og svo virðist hann vera að vonast til þess að Trump að ólík afstaða NATO-ríkjana einhvern veginn leiði til þess að hann eigi auðveldara með að fá sínu framgengt. Já, ég held að hann hafi bara getur mikið verið að hugsa út í það. Það ekki? Hann byrjar að ráðast á Íran öllum á óvörum og og jú, náttúrulega ekki með mismunandi afstöðu, Spánverjar að taka með harða afstöðu gegn. Bretar vilja ekki taka þátt en eru bara orðnir það háðir Bandaríkjunum á svo margan hátt hernaðarlega að þeir svona dragast inn í það. En hann nuddskammar þá? Já, og þetta sýnir líka svolítið svona hvernig Trump hefur komið fram og tekið að snúa öllum svolítið mikið á mótið sér. Fyrst biður hann Breta leyfi til að fá að nota þeirra bækistöðvar viðsvegar í Indlandshafi og kýpur kannski til árása á Íran og þeir segja nei og þá segir hann að Keir-Starmer engin Churchill sem að náttúrulega meint móðgun og Breta draga svolítið í land með þetta og þá segir Trump já en stríðir unnið, nú þurfum við ekki á ykkur að halda við getum ekki komið bara til lokin en síðan núna hann farin að biðja eftir hjálp þannig að þetta það rosa lítið samræmi í neinu En ég ætla aðeins að koma að þessu líka með fjölmiðlana og svona en áður en við förum þangað eru Bandaríkin bara innan frá einhvern veginn í tengslum við þessa stjórnarhætti eru þau bara að liðast upp innan frá? Það það sem að er hættan sem að hafa verið að gliðna í sundur má segja frá Víetnam en meira hver nýr Bandaríkjaforseti undirlega að hugsa til þess núna að Clinton, hann var álitinn hippi og rosalega ógn við hægri öflin af því að hann hefði reykt hass og ekki tekið í sig sem að síðan var nú með hægri stefnu í efnahagsmálum síðan kemur
Bush yngri sem að þykir eðlilega svo sem vera mikil ógn af því að hann fór í stríð eins og verður ekki núna. Síðan kemur Obama og hann álitinn vera kommunisti og terroristi, ég veit ekki hvað og síðan kemur Trump. Þannig þetta svona, þú veist, hver táknaður sem meiri andstæðingur af hinum heldur en áður var. Þannig að það mjög erfitt að sjá hvernig þessi þjóð á að geta tekið sér saman aftur og það sem forsetinn sé svona óumdeildur. Það engin forseti sem líklega núna sem líklega til þess að gera það. En þetta bara alltaf tímamóta ár í ár. Tákgrænt, fyrsta lagi vegna þess að þetta 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Og Bandaríki skilgreinir sig oft sem ungt þjóðfélag, en það það faktisk ekki. Það ekki annað ríki sem hafa gamla stjórnarskrá sem hefur verið búið við sama stjórnarkomulag lengi. Þannig að Bandaríkin eru gömul og spurning hvort þessi stjórnarskrá hendi lengur og spurning líka hvort hann haldi. Það náttúrulega verið að reyna á það. Og síðan kemur náttúrulega stóra atriði sem eru þingkosningarnar í haust í nóvember. Og þá kemur nú endanlega í ljós bara hvort að lýðræðið sé ennþá virt í Bandaríkjunum. Af því ef að demókratar vinna eins og ætti að gera samkvæmt skoðanakönnunum, þá sjáum við að þetta virkar samt. Það hægt að skipta leiðtoga með lýðræðislegum hætti. En ef að einhver leyti verður komið í veg fyrir það, mér finnst hæpið að það verður hætt við kosningarnar, en það verður mér sannlega reynt með ýmsum hætti að hafa áhrif á þar með ólýðræðislegum hætti. Og við erum að verða mjög dofin, fyrir því ég var einmitt að ræða við kunningja minn fyrir í dag það að hvernig okkur leið 30 árum eftir endalok síðari heimsstyrjaldarinnar. Þá horfði maður aftur til þess sem hafði gerst í því stríði og maður spurði hvernig gat þetta gerst og það sem hafði gerst fyrir það stríð. Og núna hafa dunið á okkur fréttir þar sem alltaf að vera að sauma meir og meir gegn lýðræðinu, gegn minnihlutahópum, gegn kvenréttindum, brjálæðislegri og brjálæðislegri alþjóðlegar ákvarðanir teknar, innrásir, stríð og maður finnur að maður dofnar, maður finnur að maður á erfitt með að verða jafn hissa í dag eins og maður var í gær sem svolítið hættuleg tilfinning fyrir mig sem fjölmiðlamann þá þetta svona þetta sem ég nefndi þarna í upphafi inngangsins með að svipta fjölmiðla leyfi ef þeir hlýða ekki foringjanum. Það annað risaskref einhvern veginn sem getur verið mjög erfitt að vinda ofan á, ekki satt. Jú, þetta ætti að vera heimsfrétt í öllum fjölmiðlum sem enn eru frjálsir. En það gott að vera fjallumenda því að ég sé mjög litla fjallumenda hérlendis og víða vegna þess að við erum bara svo vön því að hverjum degi berast einhverja stórfréttir sem umturna öllu að maður svona hættir að það margir fleiri það jú, maður hlýtur að bera saman við Þýskaland millistríðsárana og árana fyrir seinni heimsstyrjöld og við skrifaði bókina Berlínarbjarma sem kom út fyrir 2024 einmitt að Trump var að sigra í kosningunum og það nokkuð hluti sem sláandi við veitum hrylling nasismans, það nokkuð hluti sem ég að sérstaklega augun í þegar fjallum þetta þarna. Eitt var það hvað þetta gerðist óbúslega hratt af því að það réttindi sé afnuminn, þetta ekki eitthvað sem gerist bara hægt og rólega. Þetta alveg ótrúlegt að Hitler verður kanslari í minnihlutastjórn í janúar 1983 og í lok mars þá hann raunverulega búinn að afnema öll mannréttindi og taka allt yfir og nota þessum til þess þinghúsbrunann. Trump hefur ekki alveg fengið þannig moment, maður sé morðið á Charlie Kirk en maður svolítið býr eftir því að gerist eitthvað svona sem að gera það að verkum að það endanlega hægt að afnema bara mannréttindi. Setja á herrlög og bara nánast. Eitthvað svona í þá áttina. Það ætlar að taka skref lengra og lengra Já, það einmitt það og það fleira en það líka úrræðaleysi okkar allra. Já, það það. Það náttúrulega margt annað sem svipað
að Hindenburg sem var forseti Þýskalands á þessum tíma sem var vissulega íhaldsmaður, hann átti svona að vernda gamla samkomulagi en hann var 87 ára gamall hálf elliær sko. Þannig að þetta líka lýðræði svolítið hrynur þegar annars vegar menn standir í samaður en alltaf þegar Joe Biden ágætis kalluruglega en var auðvitað ekki hæfur þarna þegar hann settur fram til þess að vernda lýðræði þá fer illa sko þegar lýðræði vendar ekki sjálfs sig þá taka þær yfir. Það er mjög gott hjá þér einmitt að nota þetta tækifæri til þess að draga það saman að þetta er ferli. Já, þetta er ferli. Ég held að ástæðina séu mörgluti það sömu reyndar í Þýskalandi millisýstisárunna þá voru óbúðslega raunveruleg vandamál. Það er náttúrulega, það var kreppa og mikið atvinnuleysi og það hefur verið tapast stríðan undan. Ég held að vandamálin í Bandaríkjunum 2004 voru fólk kvartið því að það voru verið að eggjum væri háttið eitthvað. Þetta var svolítið tilbúningur en á sama tíma kannski stóra myndin svo að eftir því sem að auðurinn færist á færri hendur þá skapar það núning og mikið bílamöldi ríkra og fátækar sem hefur verið að aukast í Bandaríkjunum alveg frá því bara 1980 og svo. En síðan annar flautur á þessu sem ég sá sko að mörgum í Þýskalandi þáttu nóg að því að málið með Þýskaland og millistríðsárunum og Weimarlýðveldi var það að það var svo óðbóðslega framsækið. Þetta voru fyrstu hommabarir í heiminum þar sem kannski bara labbað inn og ekki að fara hringinn og banka eitthvað passvort sko og og konur voru með drengjakollar sem dansandi og þú veist óbúðslega svona framtíð og óbúðslega framsækni kvikmyndagerð og allt svona óbúðslega hratt og fólki fannst bara svolítið of mikið af nútímanum sko og mikið af vísindum og mikið af listum og það var svona myndaði svona bara einhvern veginn andstæða gegn þessu og þetta er svolítið held ég það sem við erum að sjá takast á í heiminum í dag það er þeir sem að einhvern svona framtíð sem að sækja fram sem einhvern tímann virðist óhjákvæmileg en er það ekki lengur og síðan eru önnur öfl sem vilja meira halda í það sem var eða fara aftur og einhverju svona ímyndaða gullöld sem að kannski var aldrei til en fólk ímynda sér til og þetta er eiginlega stóra núningurinn innan allra samfélagi í dag sko. Birtist þá í huga þessara harðlínuafla sem einhvers konar ansvar við of miklu frjálslyndi. Já. Tengist þetta vókinu og því öllu? Það er nútíma birtingamyndin, já. Og og vissulega þá var, og sérstaklega í Bandaríkjunum, þá var pínulítið sorglegt að sjá sko háskólanema og aðra sem voru svo mikið einhvern veginn að berjast á móti ákveðnum málfrelsi, það vildu banna ákveðna hluti og ákveðna umræðu sem að þýddi kannski óhjákvæmilega þegar að hin öflin tóku yfir, þá beittu þeir náttúrulega nokkla sem við brögðum. Það var búið að opna það, þannig að það var, en já, vókið er samt bara partur á þetta, líka einhvers konar svona stjórnlaus framtíð og hraði og eitthvað sem að sjálfur sér oft eðlilegt að gagnrýna. En fólk vil þá bara algjörlega stoppa af og fara tilbaka. Það er eins og alþjóðavæðingin sem virtist vera óhjákvæmileg eftir kalda stríðið en þá vil fólk margir frekar fara tilbaka og leggja meira áherslu á þjóðernið og kannski múra sig svolítið inni frá öllu þessu. Já. Margir lýsa því að þeir eigi vanda með eigin heimsmynd, sko hugmyndir okkar heiminn, þær hafa væga sagt verið á mikilli hreyfingu undanfarið. Kemur það þér á óvart að svona þetta ríki, Bandaríkin sem lengi var litið til sem mekka frelsis og framfara og mannréttinda kannski, ég veit ekki hvort ég get sagt það, að það sé burðarás sem er núna svona mikill gerandi í að í rauninni setja tilveru okkar flestra í ákveðið uppnám? Ég veit ekki hvort að það komi á óvart en þetta er miðpunktur heimsveldisins, þetta er miðpunktur alþjóðakerfisins. Meðan Bandaríkin standa þá er alþjóðakerfið fungerandi en núna þegar það er búið að segja sig úr því þá er alþjóðakerfið ekki lengur til þannig að þetta er svona forsenda þess að alþjóðakerfið bresti er að Bandaríkin stígi út úr því. Já.
Þú veist, þetta Bandaríkin náttúrulega eru óbúslega mótsagna kennd sem náttúrulega líka það sem er stundum fallegt við þau rúma ansi mikið. En þetta hefur svo sem verið alltaf möguleiki. Alexis de Tocqueville sem var franskur heimspekingur og stjórnmálafræðingur fyrir 200 árum síðan talaði lægsta samnefnarann. Já. Að umræða hljóti að leita niður á við það því að samræða getur aldrei verið betri heldur en það sem að sá einfaldasti getur skilið og það sagði hann að væri innbyggður galli í lýðræði. Þannig að það voru að tala 200 árum, ég held að það sem skiptir umverulega óbúslega miklu máli Íraksstríðið og hrunið. Og það með það sem að svo sem samsvara Víetnam og Watergate 30 ára en það þarna sem að heimsmyndin brestur því að við munum nú eftir góðærinu og öllum þeim vitleysisgangi. En það var samt einhvern veginn svona fólk var svolítið sammála og svona samtaka núna verður allt betra óhjákvæmilega. Við þurfum bara að vera með. Og bankarnir sem nutu mikils trausts og þeir sérfræðingar sem voru, þetta var einhvern veginn það sem fólk trúði á alveg frá seinni heimsstyrjöld, frá falli endalokum kalda stríðs að minnsta kosti. En núna væri einhvern veginn bara betri heimur, óhjákvæmilegur og þegar fólk segir að núna árið 2005 þurfa en að botlist trú á framþróun. En síðan þegar hrunið kemur, þá hrynur þessi heimsmynd eiginlega algjörlega framþróun, hvað það óhjákvæmilega. Og við ég held að við ekki alveg vita hvað við að gera síðan. Nei, kannski ekki. Það hefur ekkert beint komið í staðinn. Maður var svo sem leið til vinstri og núna þeir sem hefur gagnrýnt frjálshyggjuna, þeir samt einhvern veginn voru ekki með neina lausnir. Og það sem gerðist í Bandaríkjunum aftur minnir á millistríðsárinu í Þýskalandi, það var að þeir sem helst voru með svörin sem kom þá fram voru teboðshreyfingin. Og sem var bara svolítið mikið reiði, sem jú alltaf einhvern veginn einfaldasta svarið, auðvelt að fá fólk með reiði og ótti og kannski þessi andstæða við nútímann og andstæða við fjölmenningun, andstæða við það sem er öðruvísi og þetta afl smá saman held ég varð að Trump og fylginu í kringum hann. Þannig að við erum ennþá í þessari atburðarás þó að 18 ár séu bráðum liðin frá hruninu. En ertu sammála mér með það að þegar einmitt við erum farin að verða vitni að svona hótunum gagnvart fjölmiðlum og leyfum þeirra til að starfa í rauninni bara eftir í hvort þeir segi satt eða ljúgi, að þá geti hlutir eskalerast mjög hratt og það geti háskinn einhvern veginn í þessu öllu, það geti hraðað öllum ferlum. Já, af því að frjálsir fjölmiðlar eru bara lykilatriði í lýðræðinu. Það að við fáum réttar upplýsingar svo við vitum eins og hvað þetta tala og þetta er náttúrulega það sem að valda menn og auðmenn óttast mest. Það eru rannsóknarblaðamenn í gegnum tíðina sem hafa verið helsta ógnin við þá, sem hafa stundum flett ofan af þeim. En þetta er svolítið margðað vegna þess að rannsóknir sína meiri hluti Bandaríkjamanna núna vantreysti fjölmiðlum. Og það er svolítið frumforsendan. Þetta var það sem Goebbels byrjaði með, hann kallaði þetta lugenpressi, lygapressuna. Og sem náttúrulega núna fake news sem var þetta upprunalega hugtak sem var til Donald Trump og þegar hann var að fulla eitthvað en hann síðan greip á lofti og fann að nota bara alla fréttamiðla. Þannig að þú þarft til að fyrst að fá fólk til þess að missa trúna á fjölmiðla. Og það er gert með einhverjum undarlegum hætti að því að fjölmiðlar kufera og stundum í eigu valdamanna og auðmanna, þá er betra bara að láta auðmennina sjálfa taka yfir og þú veist, þetta er náttúrulega allir fjölmiðlumenn þeir vinna óbúslega mikið fyrir óbúslega lítið laun bara knúnir áfram að því að segja satt. Og
Reyna að lengja í líflínu lýðræðis og sæmilegra samfélagi? Já, sem kannski fyrsta og jafnvel síðasta vörnin. Þannig að fyrst þarf að snúa almenningi gegn fjölmiðlum og það það sem við erum búin að sjá verið að gera víða, sem aftur svolítið fyrir aftur til hrunsins held ég, en er búið að stigmagnast. Og síðan þegar allir maður eru sama og þeir segja að það ekki munur á þessu og þá eftirleikurinn umverulega auðveldur. Þá hægt að setja lög gegn þeim og fólk fagnar því þegar þeir síðustu sem að er að segja frá því sem raunverulega er að gerast eru teknir út eða settir frá. Og ég er sammála með þér, sammála þér það að það vekur athygli hvað þetta fjölmiðlastönd þarna er að skuli ekki vera meira áberandi fréttir og andofum þetta í dag og það leiðir hugan að því hvort við erum öll meira og minna bara komin í bankarinn, bara farin að hugsa lay low. Við skulum ekki láta mikið bera á okkur því að við verðum þá einhvers konar skotmark. Geðþótti þessa manns og þessara afla eru komin á það stig að það er best að láta fara lítið fyrir sér. Utanríkisstefna Íslendinga, er hún í klemmu gagnvart því sem er að gerast? Hvort við eigum að mótmæla lögbrotum og í rauninni alls konar svívirðingu eða hvort við eigum bara að fela okkur? Þetta er utanríkisstefnan í klemmu en þessi pæling sem maður er hitt sem að setja fram að við eigum bara að láta sér minnst fyrir okkur fara getur látað sér minnst fyrir fara þangað að reisin ákveður að setjast en síðan ef hann ákveður að setjast samt hvað gerur þá? Þá er orðið of seint að segja nokkuð. Já. Þannig að þetta er náttúrulega grundvallar breyting vegna þess að lýðveldið Ísland var stofnað undir verndarvæng Bandaríkjanna 1944 þannig að við þekkjum ekkert annað fyrirkomulag heldur en að vera undir verndarvæng Bandaríkjanna. Núna er bara svo komið að þessi verndarvængur Bandaríkjanna svo kallið er orðið mjög óljós hvort að fyrsta lagi hvort að það sé að treysta á hann, í öðru lagi hvort að hann sé bara hreint og beint hætt hann sjálf. Já. Og við sáum náttúrulega að Trump vill taka yfir Grænland, þá er það náttúrulega ekki að spyrja grænlendingum álit á því og ruglaði mér sér saman við Ísland sem náttúrulega ókvíðandi. Þú skrifaði bók Grænland? Já, ég skrifaði bók Grænland í fyrra, þannig ég hef svolítið mikið verið að fylgjast með þeim málum. En finnst þér það réttur söguskilningur í samtímanum að Evrópusambandslöndin hafi náð einhvern veginn með samstöðu að hrinda fyrirætlunum Trumps að taka Grænland? Já. Þér finnst það? Já, ég held það. Þetta er það er alveg barðanans þetta svari sem með hvað ef pælingum ef að Grænland væri algjörlega sjálfstætt hvað hefur það raunverulega komið í veg fyrir að Trump það gefur. Ég held að það sem gerðist hana var það að Trump hlusta nú stundum á hlutabréfamarkaðinn. Hann tekur ekki alltaf ákvörðun samkvæmt honum en hann hlusta stundum á síðan það sem kemur á móti og ég held að bandaríski bara viðskiptamann hlutabréfamarkaðinn hafi verið skítræddur við viðskiptastríð við Evrópu og það er bara svo gagnkvæmt eðileggjandi. Þetta er þó eitthvað Trump sem heimurinn hefur því að hann hlustar á peninga og hann talar við peninga og völd hans er að einhverju leyti sótt til þess umboðs sem á að tryggja pening. Að einhverju leyti, það er að segja að þetta er leið til þess að taumald á honum. Ég held nú að þetta Grænlandsútspil hafi nú verið bara hans eigin áhugamál og svo sem árásin á Íran líka. Ég held að það sem hann náttúrulega mun vera stór skaðleg fyrir efnahag heimsins en það meira eftir því sem áfram heldur. En já, þetta Evrópusambandi er ákveðin skjöldur og Spánverjar geta gagnrýnt Bandaríkin og Bandaríkjamenn hóta að slíta öllum viðskiptatengslum við Spán en þá er öll Evrópusambandinu að mæta. Þannig að þetta er ákveðið skjól að vera í til þess að tryggja raunverulega í sjálfstæði. Því að dvergríki sem er ekki nein hús að venda, það náttúrulega getur ekki reikið sjálfstæði utanríkisstefnu gagnvart risaveldi. Nei. Hefur þú tekið persónulega afstöðu til þess hvort okkur væri betur borgið í ESB á þeim tímum sem við lifum? Já, ef maður hefur
eitthvað lesið mannkyns söguna þá held ég að það sé alveg augljóst að Evrópusambandið eina leiðin til að halda friðinn í Evrópu, það eina sem nokkuð að virkað. Þannig að hið eðlilega ástand Evrópu núna stríð allra gegn öllum, mér minna. En eftir að Evrópusambandið var komið til þá hefur friður haldist innan þess, það hefur vissulega verið stríð Bosníu, Úkraínu og útjárunum, en þegar lönd eru komin inn, það eru landamæradeilur á milli Ungverjalands og Rúmeníu og alls konar, en innan Evrópusambandsins þá hægt að halda öllum góðum. Það eitt, hitt að ég núna búin að vera á Indlandi í haust og núna í Afríku, og ég held að Afríka þrátt fyrir óbúslega mörg vandamál geti orðið einhvers konar stórveldi í 2002. Aldar, ef að menn saminast. Það alltaf byggt á því. En Indland rísandi stórveldi bara dag frá degi. Já. Og það er nú 30 ár síðan komið til Kína, en á tímum milljarða manna stórvelda, þá það að halda að eitthvað dvergríki geti siglt sinn eigin sjó í hvað sem öllum öðrum finnst, það bara fáránlegt. Ísland var sjálfstætt á þeim tíma þegar gat orðið sjálfstætt, þegar Sameinuðu þjóðirnar höfðu orðið til, þegar virðing var borin fyrir smáríki. Við getum sagt bara Bretlandsflota bara að fara og hann bara fór. Þetta eitthvað sem myndi sannlega ekki gerast í dag þannig að þegar drekinn og fíllinn fara af stað þá gætum við traðkast undir og bara án þess að neinn ætli sér það. Þannig að eina leiðin fyrir minni ríki til þess að hafa það reyndum eitt með því að standa saman. Heldur að Kristrún og Þorgerður Katrín sjái lag í þessu og þess vegna hafi séð þessi þjóðaratkvæðisgreiðsla að verða kannski svolítið fyrr á kjörtímabilinu en maður gerir ráð fyrir? Ég get ekki talað fyrir hönd þeirra, ég veit ekkert hvað þetta lágu þetta fyrir, en já, bara það sem hefur gerst á þessu ári núna, fyrst með þessu Grænlandsútspili, sem þú dreigir tilbaka, og síðan stríðinu á Írak. Ég held að þetta bendi til þess að þessi heimsmynd, hún gliðna í sundur miklu hraðar. Já. Hún búin að vera svona aðeins að vera að láta undan í fyrra, en hún þetta mjög hratt að gliðna í sundur. Þannig að það var alltaf mjög óverkárt að hugsa ekki í sinn gang og hvar við ætlum að standa og bara hreint og beint hvernig við ætlum að hafa það af á þessari öld. Við ætlum réttu eftir Valur að fá sérfræðing í Miðausturlöndum til að halda áfram að ræða þessi mál, en áður en ég sleppi þér, þú ert ný komin frá Bretlandi, þú varst í London. Já. Ég rak augun í færslu hjá þér á Facebook. Geturðu aðeins endursagt efni hennar? Já, þetta var, ég alveg hleit til uppalinn í Bretlandi og ég lærst þar tvisvar og ég var síðast í námið þar 2018-19 þegar eftir Brexit-kosningarnar, en það átti enn eftir að ganga úr Evrópusambandinu og þetta var eina sem var í fjölmiðlum. Já. Og það var bara sem sorglegt að fylgjast með. Man bara upplifði fólk sem var búin að missa trúna á sjálfs og missa trúna á framtíðina, ungt fólk sem vildi gegnast börna því að það allt hræðilegt, og þá út af ýmsum atriðum loftslagsbreytingum, það var einn samstæðum þess að það ekkert gott gerst í Bretlandi síðan David Bowie var eitthvað besta. Okay. Og ég veit ekki hvort kom fyrst, að fólk misti trúna á sjálft sig og kaus með Brexit, eða hvort fólk kaus með Brexit og misti trúna á sjálft sig, en þetta var einhvern veginn atkvæðagreiðsla gegn framtíðin og fólk upplifði það þannig. Og núna 10 árum seinna, 7 ár síðan var síðast, þá upplifði maður bara eitthvað meira því sama. Það búið að skera á svo mörg sameiginleg verkefni. Það var stærsta krabbameinsrannsókn sem nokkuð mann hefur verið gerð á milli Evrópuríkja, og Bretland þurfti að segja sig úr því. Fólk er að missa vinnun í háskólum. Ég sjálfur eftir hverju doktorsnámi, ég hef ekki efni á að borga skólagjöld sem voru þá eitthvað rúmlega 2 milljónir, núna tvöfaldast. Þannig að nemar kom ekki lengur frá öðrum Evrópuríkjum, en það í staðinn þetta auðmannsbörn frá Asíu sem var kannski ekki endilega ætlunin hjá Nigel Farage, en þetta reyndin. Kaldan í örlagana heldur betur, og síðan var ég á bókamessunni í Ólympíuleikunum og meira þess að það var einhvern veginn pínu dapurlegt, hún var annars staðar næsta ári, og manni finnst einhvern veginn, já, þeir einhvern veginn
skáru sér lausa frá skipinu og öll að segla negin sjó, þeir eru ennþá týndir, sko. Já. Og fer uppgjör fram í breskum fjölmiðlum þetta núna eitthvað? Það sem ég fylgdist með breskum fjölmiðlum akkurat núna, síðustu viku, það var bara svo miklu spurningar með sko Bandaríkin versus Evrópu. Og þetta er umræðan að þið tala sérstaka samband sem náttúrulega mjög einhliða samband við Bandaríkin og þeirra fylgdu þeim í vitleysunni í Írak fyrir 20 árum en vilja ekki gera hana og þau segja við eigum við Bandaríkja vandamál að stríða og við Evrópu vandamál að stríða en við getum raunverulega ekki gert með bandaríska vandamáli Trump er bara Trump, þeir gera bara þeir gera en við getum gert eitthvað með evrópska vandamálið þannig að við getum unnið meira og meira með Evrópu og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem svona hugarfarsbreyting sem Bretar eru ennþá eftir að takast við, það eru ekki lengur heimsveldi sjálfur, þeir eru það heldur ekki gegnum Bandaríkin, þannig að þá er Evrópa það eina sem eftir er en það er náttúrulega, nú eru þið bara búin að koma sér svo vonda stöðu að það verður mjög erfitt að vinna það upp. Já. Svona blálókin, hér satt Þórður Snær Júlíusson, nei, ég er að rugla saman, það var hann Jón Trausti Reynisson á Heimildinni sem satt hér daginn og var að segja að honum finnst ekkit ólíklegt að þjóðaratkvæðagreiðslan ESB, hún yrði að einhverju leyti hökkuð í þeim skilningi að algoritmar og ítök tæknirisina sem geta breytt skoðunum þjóða að það færi fram mjög mikill áróður gegn því að Íslendingar segi já við því að taka upp þessar viðræður og með tækninni sé það hægt í gegnum samfélagsmiðlana og allt það. Við vorum að tala áðan svona frjálsa fjölmiðla ritstýrða og allt það en ef þeir eru að veikjast og það er verið að eyðileggja þá og við erum líka með sem sagt netmiðla heim þar sem eru skekkjur og þar sem er bjögun þá kannski spáir maður ekkert mjög vel en hyggur þú eða hefur kunnáttu til þess að meta það hvort það er hægt að við erum að tala Brexit, sumir halda því fram að þar hafi bara bellibröðum það hafi verið gerðar heimildarmyndir það að sú úrslit þeirrar þjóðaratkvæðagreiðslu hafi með vissum hætti verið bjöguð og gæti sama komið fyrir hér í ágúst. Já, hann er alveg örugglega verið reynt. Trump sjálfur er búinn að segja að hann vilji ekki Ísland stíga inn í Evrópusambandið. Í ljósi þess sem. Já, og þannig að þeir náttúrulega utan að komandi aðilar bæði í austri og vestri náttúrulega vilja halda Evrópusambandinu sem veikustu og munum að gera þetta. Þannig að ég held að við getum alveg gefa okkur fyrirfram að þessi umræða sem er núna að standa í þó nokkuð tíma, hún mun ekki snúast bara vaxtakjör og fiskimið og svona skynsemis umræður hagsmuni, hún mun snúast alls konar vitleysu og við þurfum bara að vera reiðubúin undir það að einhverjum munum að hafa áhrif en núna er sjálfstæði þjóðarinnar í húfi og framtíð þjóðarinnar er í húfi. Við höfum þetta tækifæri núna til þess að tryggja framtíð þjóðarinnar ef okkur mistekst þá er ekki víst að tækifæri gefist aftur vegna þess að heimurinn er bara svo óraugur að Ísland getur varla komist af nema komist í stjól. En sér þú sem sagnfræðingur litla trójuhesta komna upp á land eða bara risastóra fíla með einhvers konar tengsl eða umboð, það hefur verið rætt tengsl Sigmundar Davíðs makarhreyfinguna og ákveðin svona álitaefni í þeim efnum. Er þetta byrjað hér? Sko, sem sagnfræðingur veit ég ekki. Já, maður hefur ágjör á þessu. Ég hef bara sko, veröldin er pínu að gliðna í sundur og ólíkt því sem gerðist í fyrri heimsstyrjöld og miklu leyti seinni heimsstyrjöld þá er það ekki gliðna í sundur á milli þjóðríkja heldur innan þeirra líka. Og þetta eru bara þau miklu átök sem að við eigum framundan því miður, hvort sem þau munu taka sér form í bestafalli pólitísku skítkasti, bestafalli borgarastríði eða stríði ríkja á milli sem eru líka munu eiga sér samsvörun innan hvers ríkis. Þannig að
Ísland hefur sloppið tiltölulega vel hingað til. Skautunin hér hefur þrátt fyrir allt verið minni heldur en víða. En maður hefur auðvitað áhyggjur af því að hún muni aukast af því að við eigum að hafa það af þá verðum við að standa saman. En þetta eru varasömustu tímar í heil 80 ár? Það myndi ég segja og ég myndi jafnvel ganga lengra því að Trump mun ekki sætta sig við að tapa með sama hátt og Nixon gerði í Vietnam eða Bush gerði einhver hluti. Og ef þetta virkar ekki með hefðbundnu vopnum hjá honum, hvað þá? Hann heldur líklegri til þess að ganga lengra heldur en nokkuð Bandaríkjaforseti hingað til, en það ekki taumhald á honum. En þetta er óbúslega spennandi, spennandi ár, því að ég held að það muni óbúslega mikið, kannski komið ljós, kannski tekst að snúa aðeins tilbaka, en það er því miður fátt sem bendir til þess. Við vonum það besta. Ég ætla að kaupa með súkkulaði á leiðinni heim. En kæri þakkir, Valur Gunnarsson. Og við höldum áfram hérna eftir andartak, víkjum þá sjónum okkar að Miðausturlöndum. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is